Hörður Kjartansson, hjartanlega velkomin í sjókastið. Já, þakkaði fyrir það. Ég ætla aðeins að kynna þig inn hérna. Ég ætla að byrja því að, að því þetta er sjókastið að segja að þú ert hérna sjóbjörguna sveitar maður og skipstjóri á skipum Ársæls til áratuga. Ég ætla hann búin að vera í sveitinni áratugi. En svo ætla ég ekki síður að minnast á það að þú ert hérna, við þekkjumst að því að þú ert búin að vera húsvörður á Hrafnistu í Laugarási jafnframt í 20 ár eða eitthvað fyrir maður síðan það. Já, 20 ár. Og hérna og Hrafnista er eitt stærsta verkefni sjómannadagsráðs frá upphafi. Þá nýt ég tækifæri líka núna til þess að aðeins segja þeim hlustendur sem er ekki meðvitaður um það að sjómannadagsráð sem sagt sem að hvar ég gegni formennsku er sem sagt móðurfélag Hrafnistu heimilana og DAS íbúða og öllu sem hefur þetta forskeiti DAS og við kynntust hérna innanhús og ég hef nú heyrti segja margar sögunar og þess vegna langaði mig endilega til að fá því hérna og segja mér bæði svona frá þínu ævistarfi og jafnframt segja mér aðeins frá þessum björgunarsveitarferli en svona í stuttu máli. Ég rosa stuttu máli? Já, nei, ég ætla að fá þér að segja þig löngu máli, en í stuttu máli, segðu mér, Hörður, hvernig myndur lýsa þig sjálfum þig fyrir fólki sem bara þekkið ekki neitt? Sem þekkið mikið neitt? Ég myndi lýsa sjálfum mér bara sem þokkalegasta manni. Já. Ég er svona frekar jákvæður og rólegur, yfirvegaður og æsi mig sjaldan, eiginlega aldrei, sko. Þannig að ég er bara, alveg þokkalegu bara svona, ekkert mjög slæmur held ég. Þú ert alveg að skauta fram hjá því að ég veit að þú ert eitt svo hrekkjóttasti sem að hefur verið hér. Já, þú meina það. Það fyrir mjög lengt með það. En við vorum svolítið góðir saman, ég og svo ég megi nafna Jónas vinur minn málari hérna. Við vorum svolítið góðir saman hérna á Hrafnistu og við æstum hvernig annan upp í að gera alls konar hrekki. Já. Sumt var bara mjög skemmtilegt. Já. Annað gekk jafnvel aðeins og langt. Já. En það var samt, þetta var sko, það var sagt við okkur að þetta var gaman í vinnunni og við lögðum okkar mörkum til þess. Með því að gera ýmislegt að okkur. Þá vitum við hvað við erum að fara tala um á eftir. Við ætlum aðeins að kíkja á þessa hrekki en segðu mér Hörður, þú ert ekki Reykvíkingu þó hafir svona búið lengi, ert ekki Skagamaður? Jó, ég er Skagamaður, ég fæddur uppalinn Akranesi 1961 og gaman að segja frá því að ég er tvíburi, já stundum erfitt með að þekkja okkur í sundur, hvort að ég er hann eða hinn, já. En líka gaman að segja frá því, þegar ég fæddist og mamma var að fæða okkur bræður miðanótt og þá var ekki vita að hún væri með tvíbura. Nei, það var ekki vita, ég er yngri, ég er hálftíma yngri og ég var sko óvænti glaðningu móður minnar. Þegar drengurinn var komin út, þá var mamma örugglega mjög fegin að þetta væri búið. Þá sagði Jónina ljósmóður, nei auðu mín, þetta er svo sannlega ekki búið, það er einn eftir og þetta kom mjög óvart. Já, og svo fættist litla ljósið hennar mömmu sinnar sem var ég, hálftíma eftir hinum, hann er frekari sko, hann kom sér út fyrst. Já. Og segið saga líka þegar var hringt í pappa, náttúrulega þá voru foreldrar ekki nálægt í viðstöddfæðingu á þessum tíma. Nei, pappanir voru eitthvað bara í vinnunni eða eitthvað? Hann var bara heima bara og það var hringt í pappa og sagt, jæja Kjartan minn, nú er auður búin að fæða, situr ekki örugglega? Jú, það voru 2. Þetta kom honum hraustlega óvart og þetta gerði það líka að verkum að ég, það var ekki til á mig. Það var bara búið að kaupa á annan. Já, það var bara búið að kaupa eitt sett af öllu. Eitt heimferðarsett og allt þetta. Þannig var það. Ég gerir ráð fyrir að fyrst að þú ert erfitt með að þekkja sjálfan þig frá bróðinu þá séu þið einægja tvíburar. Við erum einægja, já. Og ertu alin upp á Akranesi? Ég er alin upp á Akranesi. Ég fer til tvítugshaldurs, þangað til ég verið 20 ára. Já. Og þá fór ég suður til að læra, ég fór og lærði blikksmíði
blikksmiður Blikksmiður og fór suður eftir mjög góða ævi á Akranesi þar sem maður tengdist náttúrulega bænum, útgerðinni, sjónum og maður var náttúrulega niður á bryggja veiða og svo var Langasandur eins og sumrin þá var yfirleitt farið að synda í sjónum og buslað, það var bara gríðilega skemmtilega æska. Það flottasta spánaströnd á landinu? Alveg flottasta spánaströnd á landinu, ekki nokkuð spurning. Sko. En sko Akranes var mikið sjávarpláss á þessum tíma, mikil útgerð og blikksmíði. Hvað var það sem að hreyfði þig við að feta þá braut? Já, sko ég ætlaði mér alltaf að taka, Fjölbraut var stofnaður á Akranes á sín tíma og ég ætlaði alltaf að taka stúdent og læra eitthvað meira en því miður fekk ég byrjaði á því að stefna stúdentinn en því miður fekk ég svo mikið skólaleiða einn daginn að ég hætti og fór að vinna, þá fór ég fyrst að vinna í netagerð í netagerðinu á Akranesi þar sem bróðir minn reyndar var að vinna líka þá og svo var ég að reyndar á sumrin að vinna mörg sumur í Vatnaskógi sem fóringi og var þar alltaf á bátum og annað þess að það var mjög skemmtilegt en svo blikksmiðin var eiginlega þannig að ég vissi ekkit hvað ég vildi verða þegar ég yrði stór og veit að falla enn og góður vinur minn var blikksmiður og hann eiginlega bara hvatti mig til að koma og læra þetta bara en ég líka segja frá því að pabbi lærði blikksmiður og lærði það í gamla daga en blikksmiðin svona varða fyrir valinu út af þessum góða vinum mínum sem bara svona reddaði með samning í Reykjavík og ég fór svo suður raunni 20 ára aldurinn held ég hausti 82 á samning í blikksmiði. Ég eiginlega gef mér að hafi verið svona sko einhver pínu uppreisn í þér sko ætlar að gera eitthvað allt annað en pabbi og ákvaðast að vera blikksmiður alveg eins og vinuðinn það bara vildi svo til að pabbi var blikksmiður líka. Já, ég ætlaði mér aldrei að læra þetta en svo, og enda bara ég hugsaði með mér hörðu þú veist ekkert hvað þú vilt og þú verður að læra eitthvað þú getur alveg byrja á þessu og lært það þannig að ég fór að vinna með góða vinnum mínum sem nú góðu vinnum minn enn í dag og svo náttúrulega eins og gengur að gerist þá kynnist maður konu í Reykjavík og það giftist henni og eignast börn og svo vildi hún bara búa í Reykjavík ég hafði alveg hugsað mér að flytja á Akranes aftur en hún bara Reykjavíkumær. Hún Reykjavíkumær? Já. Þannig að þú bara varðst að skjóta niður, festa rætur Já, ég bara hlýði. Þú bara hlýðir? Já. Það og maður bara búin að skjóta rætur síðan maður var 20 ára en mér finnst það gott að fara á Akranes og gott að komast út á land líka í sveitina. Já. Það voðalega gott sko. Það togar alltaf? Já, það togar alltaf. Já. Sko þú hefur þá væntanlega unnið sem blikksmiður í einhver ár áður og þú byrjar að vinna á Hrafnistu eða ekki? Já, ég vann við rauninni bara í 12 ár við blikksmiðina og fór þá eftir það breytti ég alveg kurs og fór að vinna hjá bara heildsölufyrirtækjum heildsölufyrirtækjum og var bara á lager þar og lagerstjóri og fleira þess sem var bara oft á tíðum mjög skemmtilegt og fjölbreytt vann hjá 3 fyrirtækjum að atvikaðast þannig og svo meiri breytti ég alveg kurs í 2 ár og fór að vinna hjá Mál og menningu að selja bækur? Já, bara runni bakvið að taka móti og stofna vörur inn í sölukerfi og fleira þess og það var reynda mjög skemmtilegt en svo keypti ég reyndar pennin Mál og menningu og breytti öllu. Já, var það þá sem að Mál og menning breyttist í bara eitthvað öldurhús eða? Já, það breyttist í bara fljótlega eftir það breyttist öldurhús. Ég kom það inn daginn og ég var mjög hissa, það var enga bækur nema bara svona til skrauts. Já, bara til skrauts. Já, ég kom einmitt kíkt þarna inn, það bara til skrauts. Það eru fanta tónleikarana held ég á hverju einasta kvöldi. Já, reyndar. Það kostur. Já, það kostur. Já. Og hvernig axlaðist þetta svo að
að þú ferð úr þessu einmitt að vera blikksmiður og lager og svona hitt og þetta í það að vera maðurinn sem er bara öllum hnútum kunnugur og leita til út af allskins málum. Þú verður svona allt í öllu hérna á Hrafnistu sem húsvörður í Laugarás og verður eiginlega bara svona samofin sögu hússins og starfsemi. Hvernig æxlaðist þetta? Hvernig... Það æxlaðist rauninni þannig að ég hafði verið að vinna þarna hjá fyrirtæki, var nú hættur í málmenningu, og var að vinna hjá heildsölufyrirtæki sem fór í eiginlega svona hættið að breyttist og ég fór svo að vinna reyndar það sumar og fram á haustið í Vatnaskogi, bara við framkvæmdir, við sem ráðsmaður, sem var mjög skemmtilegt og framundir haustið og svo var ég leið það bara til loka því það var bara tímabundið og þá vantaði mig vinnu og ég fór reyndar 2 mánuði í blikksmiðu og vann þar, bara tímabundið til að leysa einn af og svo frétti ég af því að það vantaði mann á Hrafnistu Reykjavík og leita manni í fasteignadeildina og þannig, og það tengist allt náttúrulega. Systir mín var að vinna hérna og búin að vera hérna í mörg ár sem verkstjóri í Þvottahúsinu og hún jafn frábær ég sko og hún hefur mér svolítið gott orð á sér sko. Gamall verkstjóri í frystihúsinu heima og svo framvegis. Röggsöm og mjög röggsöm manneskja. Hún Kolbrún systir mín, svo ég nefna hana. Hún benti mér að það vantaði hérna mann og ég bjó hérna rétt hjá og horfði einmitt hérna á Hrafnistu Laugarás og þegar ég fréttaði þá horfði ég hérna yfir og hugsaði, já, kannski ætti ég bara að fara í viðtal og var boðar í viðtal. Hún benti mér á hvernig ég ætti að tala við. Þannig ég fór í viðtal til Sævars sem var þá og þáverandi fjármálastjóra Kristjáns sem Sævar var fyrir fasteignadeildinni og Kristján var fjármálastjóri og ég fór í viðtal og kynnti mig og sagði hver ég væri og hvað ég stæði fyrir og allt svo leiðis og ég var tekinn mjög nákvæmt viðtal og sem skilaði því að ég fekk vinna en gaman að segja frá því, svo var ég spurður, já, hvað viltu í laun, Hörður? Og svo ég setja það í samhengi í dag og þá sagði ég, úr því þú spyrð, þá var ég fínt 4 milljónur á mánuði. Þannig að maður á ekki að selja sér ódýrt. En ég vissi alveg að það myndi aldrei verða, sko. En það urðu alveg þokkalega laun. Ég var sáttur með svo átti. Þannig kom ég inn á Hrafnistu og kom inn bara sem rauninni bara smiður til að byrja með og þá var fyrir hérna annar sem var húsvörður hérna og ég var rosalega mikið að hjálpa honum bara fyrsta árið og svo tók ég við, hann hætti svo og ég tek við sem húsvörður. En það hljómar þetta voða vel, Hörður húsvörður. Já, þetta rýmar, þetta er ægilega flott, Hörður húsvörður. Hörður húsvörður. En það er greinlegt að það tógar þig svolítið að vinna á stöðum þar sem er svona mannlegt og hlýlegt umhverfið. Það er Vatnaskógurinn, það er nú að vera fóringi þar er eftir mitt bara að vinna með krökkum og það er Jesúsöngvarnir og allt þetta og Áfra Krist með krossmenn og svo Björgunarsveita sjálfboðlega starfið allt saman og svo Hrafnista. Þið líður vel í svona umhverfi? Já, mér líður mjög vel í svona umhverfi sko. Ef ég bara tala umhverfi hérna í Hrafnistu, það var bara frábært umhverfi. Það var alltaf opaslega í kringum mig með sorti og félaga mína hérna í fasteignadeildinni oftast bara mjög gott andrúmsloft og almennt inn á Hrafnistu líka að mér fannst og mér fannst bara gott að vinna hérna og frábært að vinna með mörgu frábæru fólki. Hvað felst í starfi húsvarðar á sko hjúkrunarheimili með öldruðum í bland við það að vinna með kannski samstarfsfólki sem nær sér í aldri, hvernig er þetta frábrugðið öðrum störfum? Þetta er náttúrulega frábrugðið öðrum störfum að vera umsjónum fasteigna eða húsvörður er að sjá ýmislegt smá viðhald, ekki stórt viðhald, til dæmis að
gerum svolítið við hjálpatæki, hjálpum til við flutninga, ég var í aðgangsstýringum, myndavélakerfinu stundum og svo vorum við að hjálpa heimilismönnum að hengja upp myndir og gera ýmislegt í kringum það og það var alltaf mjög ánægilegt og gera við rúmin og bara ýmislegt annað sem bara til að reynir láta hlutina ganga. Já, bara svona eðlilega, bara flæða. Þetta svolítið svona eins og heimilumann sjálfs, það sem að láta hlutina ganga en sá sem að notar heimilið kannski ekki standið til þess að þarf aðstoð við það. Hann þarf aðstoð við það sem sagt. En þetta svona praktíski hlutin en þetta ábyggilega það allt öðruvísi og gefur manni öðruvísi orku eða ekki að vinna með eldra fólki í svona dag. Já, hann gefur manni öðruvísi orku maður kynntist mörgu frábæri fólki og fólk auðvitað kemur misjæmt inn og misrest en maður kynnast svo miklum persónum líka. Já. Ég get svo sem nefnt ég nefna hann ekki nafn, þetta er 20 ár síðan. Já. Og það var ágætis eftir að ég hafa búin að vera 2-3 ára eitthvað það var ágætis kona eldri kona og það var þannig að hann var að sumri til ég var að labba eftir henni upp rampin fyrir aðalandirinu. Já. Og hún með göngugrind göngugrind og hún dettur og reynir handlegsbrotnar og ég veit henni fyrstu hjálp og aðstofan og láti kalla til hjúkrunarfræðing og sjúkrabíl og allt svoleiðis en hún tók svo miklu ástfóstri við mig og það sem ég dáðist að þessari konu var það sem sagt að það átti alltaf að fara í gegnum deildarstjóran og hjúkrunarfræðingur hún svo ég fljóti bræði sagt að hún fann upp hvað símanúmer ég hafði bara vinnunúmerið, enganúmerið mitt og heimasíma minn og hringdi í mig á öllum tímum sólarhringsins bara svona til þess að spjalla bara til að þess að bilu pera og farið þetta og alltaf að íta eftir mér sem sagt og ég var meiri séð í samt í Björgunarsveitinni og þá var ég á námskeið út í Bretlandi og hjá konunglega sjóbjörgunarfélaginu og þá vorum við á einhverju veitingastað að borða að laugardagskvöldi manni og þá hringi síminn minn, engasíminn minn og þá var það vinkona mín að segja að maður væri bilupera. Mér fannst þetta truflaði mig aldrei vegna þess að mér fannst þetta svo stórkostlegt hjá henni hvað hún gat bjarga sér. Mér fannst það svo jákvætt. Já, var ekki líka persónan Hörður sem að hún var að leita meira í heldur en endilega að fá nýja peru í perustæði? Jú, hugsanlega persónan Hörður. Já. En ég dáði hana fyrir þetta hvað hún var duglega að bjarga sér. En auðvitað stundum í heimasíman og fleira þá stundum bara svaraði mér ekki. En það verður svona djúpstæð tenging eða ekki? Já, það verður djúpstæð tenging. Já. Þú hefur eignast svona mikið af vinnum í vinnunni líka ekki bara samstarfsfélögum. Nei, líka heimilismenn. En hrekkirnir, komum aðeins inn á það. Ég nefnilega ég veit að þú svaraðir alltaf þessari ágætu konu, það fer að þið orða að vera einstaklega bóngóður og allt það. Já. En ég ætla að hrista aðeins að þér þetta Maríu móður Teresu þá ímynd og þú ert einstaklega hrekkjáttur. Ég hef heyrt sögur þar sem að þú hefur meðal annars hrellt fólk með einhverju kalltækin inn á salerni, það ekki einhverja samstarfsfélaga? Jú, það var þannig að Hrafnista árum áður þegar ég byrjaði þá rákum við Víðines og Vífilsstaði líka. Já. Og Jónas, svo ég nefni Jónas vin minn náttúrumálara, hann var að sjá Víðines og þegar við lokuðum því sem var reyndar heilmikið verkefni og skemmtilegt verkefni reyndar og þá kom hann með dyrabjöllu sem hægt var að tala inn á. Já. Og maður hringja og hafa að tala inn á hana og þegar við fengum þetta í hendunar ég og Jónas og þá náttúrulega kom bókin í okkur þannig að við vorum að setja inn á þetta alls konar tal og fela þetta upp í milliloftinu á klósettanum sem stelpunar til þess að launadeildinu og bókhaldinu komu og fleiri voru að nota og svo ítti maður á bjölluna þegar maður vissi að var einhver inni og þá var alltaf kallað sturtaðu niður eða eitthvað svona annað þvoður hendunar og verðt ekki svona lengi að þessu og svo framvegis við notum þetta töluvert mikið en versti hrekkurinn sem við gerðum með það
Já, þegar þið fóruð yfir strikið. Þegar fórum yfir strikið. Já. Og það var, ég veit að þessi viðkomandi starfsmaður er búin að fyrirgefa mér fyrir löngu síðan. Þótt að og þá var það þannig að ég talaði inn á þetta tæki með þess að segja ákveðið nafn, svona. Nú nota ég bara nafn sem er ekki ágjöf raunverulega við stóðu, það sem ég sagði í rauninni Sara og svo faldi ég þetta upp í milliloftina á skrifstofu við starfsmanns þar sem bókaldi var og þeir voru alls í stóru skrifstofu og plataði starfsmann til þess að vera með bjölluna og íta á þetta heyrði svona eins og þetta væri bara draugur og hún gerði það samviskusamlega yfir daginn sem satt og það kom alltaf þetta Sara, alveg svona raut og viðkomandi starfsmaður sem þetta var beint að sem ég nefndi nafnið hennar sem sagt að hún sagði alltaf við hinnar allar sem voru að vinna í kringu sig heyrið þið þetta og við vorum þá búin að semja við þar allar að kannast ekki við neitt og það er svo, nei, við heyrum ekki neitt bara, nei, heyri ekki svo, þetta gert nokkur sem við daginn, þangað við vorum að hafa setna kaffi svo, komum í kaffi klón 3 að starfsmaður sem sáum að íta á bjöllunum kom til minn og sagði, hörður, þetta gengur ekki, hún er farin að heyra raddir og tala þá, hún heyrir bara raddir og hún er búin að ringja á geðlæknir og fara að hitta læknir við verðum að hætta þessu ég sagði, hvað séru sagði ég ægilega spenntur já, mjög spenntur hrekkurinn að virka alveg, ég sagði, við verðum að hætta þessu og svo hugsaði ég, heyrðu, þegar þau eru all förin þá fer ég inn og fjallaði þetta bara og og svo svona korter eftir ég búin að tala að hana hugsaði ég, þau eru búin að fatta þetta og þau eru bara að stríða okkur og reyna að koma okkur í bobba já. En það var ekki, heldur var viðkomandi starfsmaður mjög áhyggjufullur yfir að hún var að heyra raddir sem endaði á því að ég fór náði tækið og daginn eftir fórum inn til hennar með tækið og bjölluna ásamt títnefndi Jónasi vinu mínum sem æsti mig alltaf upp í þetta og reyndar fór Matti pípari með okkur líka þar sem ég sýndi þetta og viðurkenndi sekt mína nei, Jónas neitaði að koma inn fyrir ekki hann sagði, hann neitaði að koma inn og hann neitar enn þann dag í dag fyrir þessu rekk hann sagði, hann fyrir sig allir ábyrgð þetta var rekkur sem tókst alveg rosalega vel já, en tók tíma að fyrirgefa þér já, nei, hún var fljóta að fyrirgefa mér þegar ég svona útskýrði þetta fyrir henni en við lærðum mikið að þessu og pössuðum okkur að ganga ekki of langt eða að okkar mati já. Það er stundum talað að grísa á eitthvað að það sé svona heppni en svo er það að svína á einhverjum og það er bara að vera með almenn leiðindi ég skil ekki þessu skilur þú það? Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Þetta eru svona uppátæki sem að kannski glæða líka vinnustaðir svona meira lífi eða ekki? Jú, þetta glæðir vinnustaðir með lífi og bara eflir jákvæðan anda. Já. Og þetta yfirleitt er þetta bara saklausir hrekkir. Ég meina það voru einhverja svona hrekkjavikur þar sem við fasteignadeildin til dæmis vorum gerðir áttum að hrekkja eitthvað og gera eitthvað að okkur og fengum ákveðin lit, fengum bleikan lit á okkur, það var nú Árdís forstöðumaður í Hafnarfirði sem bara ábyrgð á því þá þá var hún gæðastjóri og þá tók ég það að mér svolítið og við gerðum ýmislegt meðal annars fórum upp í Andiri eitt kvöldið á sunnudagskvöldi og máluðan allt bleikt aðalandirið það er með svona svampi við áttum þetta risastóra styttu sem hafði verið staðið í mörg ári en er á sjómennasafni núna bárum hana upp, hún var í geymslu og klæddum hana í bleikja styttu og varlita hana en sem voru ekki alveg nú annað með það sko nei. Og svona í fleiri heimdúr það hefur lagður metnaður í þetta það hefur þá verið líka gott sveigrum og svona skilningu fyrir því að fólk væri að hafa gaman í vinnunni já, það var alveg fullu skilningu fyrir því og einkennir starfi kannski já, algjörlega sko svona varðandi íbúana líka hvað
Hvað finnst þér þú hafir þegar þú varst í þessu starfi, finnst þér þú hafa geta svona komið með eitthvað svona inn í líf fólks eða þannig svona lagt lið eða þú hafi verið orðin partur af þeirra svona nærumhverfi? Já, maður tengdist auðvitað sko fólk misjafnlega. Já. Sumum tengdist maður miklu meira og öðrum ekki, fólk náttúrulega eins og gengur að gerist bara misjafnt. Allstar og öllum æviskeiðum og öllum æviskeiðum og hérna, já, ég tengdist alveg sumum mjög mikið. Já. Og fólk hringdi oft beint í mig líka. Já. Og það var allt í lagi. Varst þér sárt erfitt að horfa á eftir fólki sem var þá að falla frá? Bæði og sko. Það var sko, stundum var bara maður sko, sumir voru bara svolítið lítið og það var bara gott að geta hvatt með sóma, en svo voru aðrir sem kannski fóru ofljótt. Það var svona sárt að horfa eftir því og fólki sem mann var til dæmis var hérna í mörg ár líka. Það var auðvitað alltaf minn og minn að fólk veri hérna í mörg ár, en þá voru sumir hérna mjög lengi og nokkur ár og þá kynntist maður því vel. Þannig að það bara, það var stundum sárt. En húmórinn kannski í hrekkjunum það sem að hérna hélt ykkur gangandi? Já, það hélt okkur gangandi og líka það sem hélt manni gangandi var bara vinnan og umhverfið. Umhverfið var svo, minnst að hendaði mér voðalega vel og var svo dásamlegt. Og það var líka svo bara dásamlegt að kynnast mörgu samstarfsfólki, ekki bara í fasteignadeildinni, heldur hérna allt húsið. Og líka bara í öðrum heimilum sem ég kom stundum á. Það var gerði vinnuna rosalega ánægilega. Mér hlakkaði alltaf til að mæti vinnuna. Þetta er vinnuhliðin á þér. Þetta er vinnuhliðin, þúsundþjala smiðurinn bóngóði. Segðu mér aðeins frá Björgunarsveitarstúsi. Þú er búin að vera viðlóðandi ársæli, það ekki meira minn alltaf. Í einhver 30 ár? 30 ár eitthvað leys. Og hvernig byrjaði þú áttir einhver bakgrunn sem var líka en það ekki? Jú, þetta byrjaði eiginlega svolítið þannig að frá barnæsku hef ég haft áhuga á köfun. Og bara mjög mikla áhuga. Og ég elskaði að vera í sjónum. Til þess að þegar vorum krakkar á Langasandi að vaði í sjónum í öldurnar og bara mér var gaman að sigla líka og kynntist það náttúrulega mikið í vatnaskogi og svo kynntist maður náttúrulega bara bryggjulífinu á Akranesi, Slipnum. Það nú ekki, þegar við vorum litlir og þeir voru að bátar voru í Slipnum og látnum síga niður og voru átt sildir inn í Akraneshöfn. Það kom alveg fyrir að við krakkarnir fengum að sigla með yfir. Ég held að ég bara verið 6 eða 7 ára þegar ég fóru fyrstu siglinguna með svona yfir. Þetta var geggjað. Þetta er aldrei left í dag. Nei, við höfum að taka þetta aftur upp. Já, við höfum að taka þetta aftur upp og maður lék sér mikið í Slipnum og við sjóin, þannig að ég tengdist alltaf sjónum, en ég vann samt aldrei í frystihúsinu neitt svoleiðis. Systur mínar sáum það á unglingsárum. Og svo varð bara þessi köfuna áhugi sem var svolítið kveikjan að þessu. Ég hafði ekki aðstöð til að læra, það var erfitt að læra köfuna þessum tíma. Já, ég trúi því. Þetta var var ekki aðgengilegt og maður vissi að einhverjum köfurum og þannig að sá draumur var alltaf bak við hausinn og svo var það þannig að ég var að vinna í vatnaskogi eins og oft áður og við fórum það var í framkvæmdir og þurfti að grafa skurð út í vatni yfirfallir Rothrow setja nýja og ég fekk lánaðan, keypti mér gleru og snorkel og svona, fekk lánaðan svo galla og félagi minn fekk svo lánaðan kút, þetta var allir drögl sko, en æðislega gaman og svo var ég mikið að sulla í vatnin í þessum galla, ég hafði gaman að því og svo fór ég þess að framkvæmd að það var grafinn skurður langt út í vatn fyrir yfirfall á Rothrow og svo var það þannig að ég var í vatninu og fekk svo sandpoka í hendurnar úr bát og sökti mér onni skurðin og kom því onni á rörin. Þetta fannst mér gaman. Og maður bara frá djúpt andan og svo kom maður upp og slefti pókanum og kom honum fyrir og skaust svo upp aftur. Það var nú kannski 2,5 til 3 metra dýpi, það var nú ekki meira það. En þetta var gaman. Og þetta var alltaf hjá mér. Svo var það þannig að ég var að vinna
eitt sumar í skóginum að við fengum 5 stráka á Reykjavík á vegum Reykjavíkuborgar í svona framkvæmdir og ég var ráðsmaður og fekk á undir mína stjórn og einn þeirra þekkti ég ágætlega og hann var búinn að læra að kafa og átti fullt af göfundóti, kom með allt upp yfir og við fórum að kafa saman og ég lærði þetta ekki, ég kafaði bara með honum fyrst, semst í Eiravatni við Vatnaskóla sko. Kafaði þar víða og fyrstu göfu mín og honum með kút, ég var búinn að prófa fyrir landið var það að við fórum í bát út á vatnið, hann setti blý á mig og svo velti maður sér úti og steinsokk á botnin og allt og þungur en ég elskaði þetta. Já, þú bara, þetta var eitthvað sem þú fannst í strax. Já, alveg strax, þetta bara sko, minn heimur var undir. Og svo fór ég bara að kafa með honum. Já, í Eiravatninu. Í Eiravatninu og svo í sjónum líka, sem sagt, og svo náttúrulega, sem sagt, lærði ég líka köfun, sem sagt, tók réttindinn. En í framhaldi því ég var þessi félagi minn í björgunarsveitastarfi og hann dró mig inn í það. Sérst í sjóhópin aðeins sko. Já, benti á að væri hægt að stunda köfun á þess að þurfa að borga fyrir það. Já, í rauninni sko, þannig að sko. En þannig ég datt svona óvart inn í björgunarsveitastarfið, en elskaði það bara frá fyrstu skrefum og ég fór í köfunina, lærði leitaköfun og var svo á bátunum, svona léttubátum, hraðbjörgunarbátum og slöngubátum og björgunarskeipanum, fyrst Henry á Haldunsinni og svo síðar á Ásgrími S.Björnssoni og svo tók ég réttindi skipstjórnar á björgunarskipið og var skipstjórn þar í mörg ár og kafaði í fullt árun líka sko, en ég hætti að kafa í kannski kringum 50 sko. Í kringum 50, en þú byrjar sett í björgunarsveit svona, þú byrjar ekki 18-20 ára? Nei, ég var ekki rauninni með 35 ára sko. Þú var 35 ára, þannig að það er ekki á seint fyrir mig að byrja? Nei, það er ekki á seint fyrir að byrja. Og hvernig var þetta ferli svona gangin í björgunarsveit? Þurftur að sitja hérna þannig sko fræðslum hvernig þú ættir að hnúta og eitthvað svona sem þú slöngu búin að læra og Já. Það sko, þetta er svoköldu nýlega fræðsla sem fer fram. Ég fór svona öðruvísi leið innreyndar, en ég þurfti að setja fullt af námskeiðum og læra að hnýta hnúta og hvernig skipin virka og svo framvegis. Og svo náttúrulega lærði maður náttúrulega á samanskapi leitaköfunina og við leituðum alltaf eftir ákveðnum kerfum og svo lærðum við leitaköfun eftir amerískri fyrirmynd sem er svona línuvinna setna mér sem eru nokkri saman að kafa í línu. Já, þá rauninni er það sem sagt, ef við erum að kafa eins og fyrst þegar vorum þá köfum við vilt bara hringleit settum ból niður, fórum kannski 3-4 á línu og köfum svo hringi, byrjuðum einst og fórum svo utar til að leita. Línuvinnan sem var þessi ameríska fyrirmynd sem einn okkar félagi fór og lærði úti var það að þú ert tengd við línu og svo línumaður upp á yfirborðinu, upp á bryggju og hann stjórnar leitinni sem sagt. Hann við tölum sama bara með því að gefa ákveðin merki með línunni. Ég skil. Og líka ef maður fann eitthvað þá gaf maður ákveðin merki og svo framvegis. Og segðu mig hvað leitar kafari hverju var hann að leita, hverju lentur í sjálfur svona á þessum árum? Við lentum náttúrulega í að finna fólk. Já, og það er þá væntanlega hræðileg lífsreynsla. Já, það er en það var hluti af þessu. Það hjálpaði mér mjög mikið að ég er svona frekar yfirvegaður og rólegur í tíðinni. Þannig að við vorum að leita af fólki og fundum stundu fólk og það var bara hluti af þessu og maður var alltaf feginn þegar maður var búinn að finna manneskjuna. Þá var þetta að ljúka málinu. Akkurat, en svo var það líka þó nokkur sinnum sem við fundum ekki neitt sko. Þetta manneskja var bara horfin og ekki ég get alveg ímynda mér að þetta sé svona traumatiserandi lífsreynsla að vera djúpt í vatni og í myrkri og svo bara svo syndur þau fram á mannesku. Já. En þú er svo rólegur í tíðin að þið brá ekkert? Nei, ekki þannilega sko. Maður hafði auðvitað alltaf pínlega áhyggjur að því hugsaði hvernig kem ég að manneskunni og hvernig er hún
og maður bara undirbjó sig andlega undir það. Já. Ég get svo nefnt eitt dæmi að því það var erlendur ríkisborgar eða við einu sinni síðdegis á föstudegi þá fengum við beiðnum að koma 3 til Vestmannaeyja kafarar og það var sjómaður týndur af erlendu skrípi og við kerðum út á Selfoss eða eitthvað starf, flugvöll og þar sem engar vél beið okkur og settum allt borð og fórum 3 og flugum til Eyja og vorum konum 7-leytið við fundum hann kannski 9-leytið kvöldið 9:30 bara hann hafði fallið með allir Stafs og Bryggju því miður og svo var bara það verkefni klárað, tekin upp og lögreglan afhent og svo var flogið bara í bæinn í lágu flugi út á Köfunavegi Já, það er ekki mjög hátt með sorti þetta var í höfninni Vegum svo ég nefnir sem dæmi þannig að þetta bara hluti af þessu þetta bara partur af prógrammet partur af programmin og sem betur fer þetta margt breytt í dag sem betur fer til dæmis slökkviliðið með kafar á sínum snærum það er ekki óbreytti borgarar í sjálfboðaliða það er eina köfunafélagi sem eftir sem kafar, það er eiginlega á Suðurnesjum það er þeirra einu sem eftir sem eru það björgunarsveitarmenn sem standa í því sem standa í því en bæði ríkislögreglustjóri og slökkvilið og fleiri eru konur með kafarar sem bara frábært, það er alltaf kafarar á vakt hjá slökkviliðinu, 2 eiga að vera á hverju vakt þegar maður rétt en svo vaknaði einhvern tímann áhuga hjá þau fyrir að stýra þessu skipum en ekki vera bara að synda undir þeim Já, það vaknaði hjá mér áhuga að stýra skipinu og ég var náttúrulega farin að stýra það eins og svo bauðst sem það var gerð ákveðin breyting á lögum, þannig að okkur bauðst í að taka sem voru með, ég var búin að taka pungapróf og allt svo leiðis var með það, en svo bauðst okkur að taka réttindi sem björgunarskipa skipstjóri í stýrimannskólanum sem ég gerði ég var í fyrsta hollinu sem gerði það og eftir það tók ég við sem skipstjóri einn af skipstjórum á Ásgrími S. Björnssyni sem er gamall svona RNL Jálkur gekk hann gerði fyrir 18 hnúta en við svona niður stóra öld og kom maður niður 15 hnúta og en gekk svona jafnaði 12-14 Þetta eru nú seglskip sem að hafa nú bjarga mörgum eða ekki kringin í kringur landið Já, kringin í kringur landið, þetta eru mjög seglskip Hvað komu margir svona bátar? Er ég ósækjandi að spyrja þig að því? Nei, ekki ósækjandi, með minnir að hafi komið 12 Það komið 12, já það ég sagt án ábyrðar Já og þetta voru bara fínir bátar að sigla og ég saknaði svolítið mikið en því líka sko nú komið nýtt björgunarskip Jóhanns Brím sem ég er nú búin að sigla líka Já, þú ert ennþá að Já, ég er ennþá að þar að segja ég er hættur að fara í útköll hættur þannig lagað nema ég er bara komin á kústinn Þú ert komin á kústinn? Já, það finnst mér aðeinslegt Já, það er hjálpar til svona Já, hjálpar til bara, ég fer niður í sjóbúð þar sem björgunarskipið við erum með gamla viktaskúrin Já og ég bara tekur rusl og sópa og svona og þetta er gert í eigingjörnum tilgangi svo geti verið innanum og geti farið út á sjó mér finnst það alveg nöðsulegt það er snjallt þannig að þú skellið mér svona í æfingasiglingar og já, ég hef það opið alveg að gera það búin að fara nokkur sinnum og alltaf svo í vor ég er alltaf að taka vin okkar með sem vinnur hér einn Já. Þannig að þú vinnur þér sjóferðin með kústinum Já, ég vinnur með sjóferðin með kústinum En þegar þú varst á Ásgrími sem skipstjóri var sko þetta er nú væntanlega eins og er hjá svona viðbragðsaðilum þetta er 95% eða eitthvað æfingar og svo 5% útköll Jú, það er þannig Við vorum sko, ég var skipstjóri á Ásgrími og ég sá líka skipið í mörg ár sem að reka hópinn og undirbúa daskar og allt þess áttar og stýra því og þá voru náttúrulega bara eins og segið ég meina þetta er 95% æfingar og þú þarf bara að æfa aftur sömu handtökin aftur og aftur eins og ykkur sagði hvað eigum við ofta að setja hann gummibát á flot en eins og ég sagði líka við fólk meina,
þetta ekkert mál að gera þetta í góðum sjó Já, en ef þú ert að gera þetta í slæmum sjó Já. þá þetta allt annar handleikur það það sko. Og Þá það vil maður að handtökin séu á hreinu. þá vil maður að handtökin sé á hreinu og fólk kunni hnútana sína kunni að kasta kastlínunni yfir í bát sem við erum kannski að sækja Já, og draga og kunni að setja belgin út og kunni að þegar maður kemur inn í höfnina hvað á að gera að maður þurfi ekki að leggjast að bryggju og það er bara engin tilbúin þannig við æfum þetta aftur og aftur og aftur setja brunakerfi í gang og loka öllum lúum og svo framvegis aftur og aftur þannig að allt sé á hreinu. Nú það þannig að það kannski smá eðlismunur á því að starfa sko sem hvað maður að segja sem viðbragðsaðili hvort sem það er sko slökkviliðsmaður eða sjómaður hjá landhelgisgæslunni eða herskipi og eðlismunur á því gagnvart því að vera svona í þessu sjálfboðalega vinnu en djörfungin, það er eiginlega það sem ég er að hugsa er hún bara það sem að drífur áfram menn og konur í björgunarsveitum og kom aldrei upp það mómenta sem að kikkaði inn einhver svona lífsræðsla eða Jú, alveg örugglega sko það hefur samt það er aldrei ég hef aldrei lent í að vera með eitthvað lífsræðslu sko eins og að vera á sjónum maður ber virðingu fyrir sjónum og virðingu fyrir öldunni en maður verður að treysta tækin sem maður á ég hef verið að kafa það sem ég hef svo sem lent í því að frausja á mér og allt frussaðast út lofti og hleis en við það tilfelli er bara ef þú ert búin að æfa þig veist hvað þetta að gera og þá ræður við hlutina og þannig var það hjá mér bara ég var reyndar inn í helli og kom mér bara svo út bara og tjekkaði bara hvort ég ætti nóg loft til þess að fara þessa 20 metra upp og ég átti nóg loft og þá stoppaði ég bara og beði þetta félaganum sem var ykkur starfða og aldrei panik? Nei, ég hef aldrei panik sko. Ég hef aldrei lent í alvarlegri panik en væntanlega komið samt einhver tíma nýjan krappan maður hefur komst í hann krappan og haft alveg áhyggjur sko, og við vandar svona allstæður vissulega sko en ég hef aldrei farið yfir við það sko en maður verður samt alveg þú veist, hvernig fer þetta á svona síðari árum hefur farið í svona útkall þar sem að hefur verið hauga sjór og mikil alda og svona hætt komnir ég farið alveg í útkall minnistætt útkall sem fór fyrir nokkrum árum að fórum held ég 20 mílur norðvestur eða eitthvað að Akranesi sækja bát sem var bilaður og orðin slasaði mennum borð ef ég maður rétt annar þeirra, það voru tveir, þetta var lítill bátur og það var alveg haugasjór og ég var með sem sagt, ég var skipstjóri og svo var vélstjórin hjá mér mjög vanur maður sem var svolítið batsmaður líka og svo voru þarna við vorum 7 borð og þetta var ungi strákar líka með og þetta er rosa spennandi að fara í svona útköll vont veður og mjög leiðilegar aðstæður, opbóðslega kröpp alda og háalda og við fórum sildum og gæslan var komin líka með lítinn bát sem voru búin að þælast í kringum hann þetta var, þeir voru olíulausur og stýrir fór og fleira þess áttar og við fórum og þurftum að sæta lagið kasta kastlín yfir í bátinn og þetta var mjög erfiðar aðstæður og ég var á Ásgrími var Efribrú sem var mjög þægilegt eins og við svona aðstæður því þá sé ég svo vel þannig ég er að þá stýra uppi og ég stýra hann sigli mjög nálagt til að geta kastað yfir en aldan er að kasta manni til Efribrú ertu þá var hægt að fara út það var hægt að fara út standa uppi upp á svona flightbridge einmitt og við náðum náðu ekki að kasta yfir í fyrsta kasti og þá hugsaði ég að þetta voru svo erfiðar aðstæður þannig ég tók annan hring og þá náðu þeir að kasta yfir
og það var komin þá gæslumaður borð til þeirra og hann næra binda sem sagt og ég fór mjög nálægt skipinu og það til þess að ná kastinu og og svo byrjuðu svo sem að draga það en þá fór ekki betur svo að pollin rífur sér lausan á bátnum sem vorum að draga sem sagt og ég held að það hefði slitnað og strákarnir voru sem sagt að dragað upp og þá rosalega þungt að draga þetta upp og svo kom bara pollin með og þá var spurningin hvernig getum við bundið í bátinn til dragan en þá var ákveðið að gæsla var með Óðinn sem rafnarbátur og þeir sildu bara að honum í öldurótinu og ýttu við honum og svo voru það bara þannig að hann spila stýrið en vélinn var í gangi og skrúan en hann gat silt með því að láta íta á sig þannig að notuðu bara Óðinn sem stýri sem stýri í rauninni og við fylgdum eftir þá voru allir eiginlega orðnir nokkur ungu strákarnir orðnir sjóveikir hjá mér en þetta gekk samt ágætlega við komum honum á Akranes og við 7 borð 4 á okkur það var alveg hauga sjór ég ákvað samt að sigla yfir og það voru 4 sem voru keyrðir í bæinn þeir treystu sér ekki sem voru konur sjóveikir sem voru sjóveikir, ég og Vilberg vinur minn sem var hérna, við fórum sildum yfir ásamt strák sem var frá Búðardal sem var ekki sjóveikur og hafði ég lét hann stýrið það var svo gaman af honum að því að hann alveg hrópaði upp yfir sig hvers skipti sem öldurnar hendust yfir okkur svo gaman menn þetta eru 2 típur við þessar aðstæði það annarkvort þeir sem að vera bara sjóveikir og vilja láta skutla sér heim og þeir sem að æpa fögnuði hann var það ég leit hann bara stýra og vilja og ég fór og settist bara aðna fyrir aftan ég svo sem heyrt að þetta geti verið áskorun og heyrt svipastef líka í Danmörku að reynda á eigin skinni að á herskipum þá ertu með eins og herskildu krakka eða ungmenni milli 18 og 20 eitthvað svoleiðis og þá í svona brælum þá fer ekkert síður minni orka einmitt í að hugsa litlu ungarna sem að eru konum með aðframkomnir af sjóveiki sjóveikin getur verið slæm hún getur verið slæm já þetta svona og þú ert búin að prófa Jóhannes Brím nýja skipið líka já, ég er búin að prófa Jóhannes Brím ég verð að segja það sem sagt þegar Jóhannes Brím kom þá tók ég á mótunum og þegar ég kom þarna borð og skoðaði aðstæður og stólana og þú veist allt dempandi, allt nýtt þetta var og stóri gluggar það var bara stórkostlegt það var alveg stórkostlegt og svo þegar ég fekk að siglanum þá var það ennþá stórkostlegra ég trúi því alveg svag, þetta er náttúrulega miklu gangmeira skip það er alltaf gaman að 30 hnúta gaman að vera á svona öflugum tækju sem eða nógu olíu sem maður þarf ekki að borga fyrir sjálfur ég þekki það vel já þú þekki það vel, það er langt best það er langt best maður þarf ekki að borga það nei en rétt áður við byrjuðum þetta spjall okkar þá fekk ég aðeins að skyggnast í kollinaði með rekstur á þessum skipum sem að ég vissi ekki að það er sem sagt það er björgunarskipasjóður er það ekki sem að svona björgunarbátasjóður sem að kostar skipin skipin á Slysavarnarfélagi Landsbjörg sem eru regnhlífasamtökin en við í björgunarsveitanum eins og björgunarsveitan Ásall sem ég er að við mönnum bátinn en þetta er auðvögt farið þegar ekki með eins og tækin með jeppana og já, það eigum við allt sjálfur það fjármagnum við allt sjálfur jeppana og minnibátana og það er bara fjármagnum með styrk bara flugveldarsölu neyðarkallssölu og alls konar verkefni sem menn taka að sér við tökum stundum að okkur ykkur gæsluverkefni á bátunum líka og það borgar sérstaklega fyrir það stundum í gegnum kvikmyndatökur og þess áttar þannig að þetta er allt bara fjáraflanir til þess að reka hlutin áfram en svo fáið þið sem sagt Landsbjörg hvað maður að segja felur ykkur skipið og þið mannið við mannum skipið og við sjáum skipið og það er einn starfsmaður sem er
25-30% Já. starfi við skipi sem vélstjóri Já, og svona séum að allt sé í lagi, allt sé skoðað já, og þess þar en Slysavarnafélagið Landsbjörg felur okkur skipið til notkunar og varðveislu og að það sé í lagi og svo á manna það líka sko. Bæði með skipstjóra og vélstjóra. Þetta er gott og öflugt system og maður veit ekki hvað þetta væri ef ekki nyti þessara skipa við. Nei. Hvernig þú hefur væntanlega tekið þátt í þó hafi verið að kafa eftir fólki sem var þá vissulega fallið frá þá hefur tekið þátt í ótals björgunum á mannslífum og sem sagt heimt fólk úr helju eða ekki? Jú. Hvernig er svo tilfinning? Sko, svo tilfinning er rosalega góð. Ég stundum hef ég velt fyrir mér var ég að velta fyrir mér akkur stend ég í þessu yfir höfuð. Já. Þú veist, maður að vinna allan daginn þess og kannski eins og ofta eins og var á þriðjudagskvöldum maður var að vinna hér og svo fór maður heim og borðaði og fór svo niður sjóbúð og fór út á sjó æfa og sigla og var að koma heim kannski nálega 10-11 á kvöldin og var þá kannski búin að vera 1-2 tíma út á sjó sem var reyndar aðeinslegt en taka æfingar og ég velti í stundu fyrir mig akkur ég gerir þetta fyrir mér þetta bara sko, við lifum hérna í þjóðfélagi hérna Ísland og fyrir mér þetta ég að leggja mitt að mörkum til þjóðfélagsins vegna þess að við höfum alls ekki efna að vera með her sem betur fer og við höfum ekkert efna á því að reka svona öfluga sveit björgunarsveitir og að hafa sjálfboðaliðan sem tilbúin til að gera þetta það hjálpar þjóðfélaginu og þegnan okkur sjálfum líka þannig að þetta er koncept sem ég vil bara sjá áfram vegna þess að ef við ætlum að fara að reka svona atvinnusveitir og kostar það bara hellingspening það kostar alveg óhemmi pening eins og þú þekkir hérna í Danmörku við á en sko eins og í Danmörku þá það þannig að þeir eru vissulega með sinn sjóher og allt það en þeir reyða sér rosalega mikið líka á appelsínugula báta sem eru mannaðir af sjálfboðaliðum út alla Danmörku sko og þetta víðar sko það má segja náttúrulega eins og með okkar appelsínugula báta að ríkið náttúrulega styrkir okkur í kaup og á samt fleirum sko á þessum bátum þetta er þessi nýju báta kosta töluvert og þannig að það er bara frábært þegar ég gerir það og svo bara frábært að það er til fólkir í landinu sem er tilbúin að gera þetta og það er svo sem maður getur sagt samt á jákvæðan hátt að það er svo margt fólk í landinu sem er tilbúin að gera svo margt ekki bara í björgunarsveitirnar heldur margt annað ég tala ekki íþróttafélögin og Lions og alls konar félög. Þú segir það er þetta reyði sjálfur rosalega mikið á einmitt framlag fólks í sínu frítíma og virðist sko ekki bilbu að sjá á björgunarsveitum hvað það varðar en þetta heyrist mér á þeim sem að ég þekki sem að tengjast Lions og Kívanis og öðrum svona sjálfboðaliða samtökum og eins í stjórnmálaflokkum líka þar sem að fólk í grasrótinu var kannski að gefa miklu meira á tímanum sínum áður að þetta undir mikið högg að sækja í dag hvers vegna gengur þetta svona vel hjá björgunarsveitum en þann dag í dag og einhvern veginn það ennþá mikil aðsókn það ekki ungs fólksinn í björgunarsveitinar og nýliðun eða endurnýjun ekkert vandamál en hefur verið vandamál í svona öðru sjálfboðaliða starfi. Já, ég hef svo sem heyrt af þessu líka þetta orðið erfiðara með sjálfboðaliða starfi kannski eins og í öðrum félögum það hefur afhverju í björgunarsveitunum ef ekki segja félagskapur eins og góður og það er spennandi það er ákveðin gulrót líka náttúrulega að fá að keyra þá stóri jeppan og sigla bátum og það sem er kafað það er að fá að kafa og taka þátt í eitthvað sem er spennandi það er dótið kannski sem hellar á hans að ég segi þú veist, þetta er bara hluta því þú kemst í félagskap þar sem þú getur gert allt þetta þá er gott að það leiða fólk kemur náttúrulega af örgulega mjög misjöfnum ástæðum og það er ekki allir sem margir sem byrja en það er samt fáir sem endast það er alltaf ákveðin kjarni sem betur fer sem er alltaf til staðar og það á hverju ári fáum við alltaf einhverja nýlega inn að byrja, það kannski mæta kannski 100 manns á nýlega kynningu
svo ég nefnir sem dæmi kannski 40-50 mann sem byrja hugsalega og jafnvel fleiri en það kvarnar svo oft fljótt úr hópnum bara, sko, fólk áttar sig kannski þetta ekki fyrir það og svo framvegis þú þarft að leggja heilmikið á því til þess að fara í þessa nýlega þjálfun og þú þurft að mæta og þú þurft að standast próf og svo framvegis en svo situr alltaf eftir ákveðin kjarni og við verðum heppið með það við vorum með aðalfund Björgunarsveitar minnar Ársals í síðustu viku þar sem við tókum inn 13 nýlega sem fullgilda og þetta var fólk svona aðeins að mér sýnist á breiðum aldri ekki bara ekki bara 20 nei. Og það hefur komið svolítið undan núna í mörg árum og hefur verið mjög ánægilegt og sem betur fyrir að það situr alltaf eftir ákveðin kjarni og til þess að svona gangi verður að gera það Já, ég verð að gangast við því núna ég gerði heiðarlega tilraun 19-20 ára gamall ég fór í Ársæl og fór á svona nýliða kvöld og svona fyrsta námskeiðskvöld eða við fórum í einhverja esugöngu og ég hafði geirið í mér það var að ganga allt og hægt því að þarna byrja náttúrulega 100 manns eða eitthvað og úr þessum 100 vinsast úr og verða svona 13 eða eitthvað sko. Og sennilega sko þarna var verið að miða við það að fara ekki hraðar en sá sem númer 99 og sá sem númer 100 það er þolmaði og ég bara hafði gerð í mér þarna á þessum tíma sko. ég hefði hana kannski í dag hefði hana kannski í dag þarna maður ungur og vill fara hratt yfir já. En hörðu, segðu mér þú situr ljóslifandi og og orkumikill og ert enn þá bara að lifa lífinu ansi ríkulega þú varst bara þú varst komin að því að kveðja tilveruna fyrir bara ekkert svo mörgum árum síðan bara fyrir tveim árum síðan 2023 þá var ég komin að því að kveðja tilveruna og munaði nokkur svona litlu og ég meiri sér að tók einn dag í banalegu það var mjög skemmtilegu dagur og það sem ég var bara að kveðja átti að vera að kveðja sem sagt af okkurum ástæðum og var ekkert að gera fyrir mig og ég var að deyja þannig að þetta var systkinu mín komu og maggar og systkinu konuna minnar og þetta var hinn skemmtilegasti dagur ég talaði fallega við alla og sagði eitthvað fallegt og kvaddi alla svo var allir yfir mér og svo leið dagurinn og svo kom kvöldið og kona mín satt við hliðina á mér og svaf í stól við hliðina á mér og mákona mín til fóta sem læknir í stól þar og þegar ég fór að sofa ok, ég hugsaði ég nú ekki dauður ennþá allir ég lifi af nóttina en svo vaknaði ég bara sprelllifandi og ennþá þú ert bara ennþá þannig að banarlega ég kalla þetta banarlega 1 hún frestast þú náður að sigrast þannig á einhverju veikindum sem að voru ég náður að sigrast á veikindum, er svo sem alveg að fást við ennþá í dag en ég er orðin miklu betri ég man eftir þessum tíma og það var einmitt ekki bara upp á sjúkrastofu hjá þér heldur það var eiginlega bara farið að syrgja þig þó að þú hafir ekki leyft fólki að efna það eða klára það nei, ég verði að biðjast afsökunar á það og ég skal standa með setna betur það var ekkert á banalegunni þar sem að þú varst að gera upp eitthvað þar sem að bróðin stal einhver að þið þegar þið voru litlir og hellti þér yfir hann eitthvað svona á banalegunni svo sást svo eftir ég var fyrir banaleguna var ég búin að liggja 2,5 mánuð á spítala ég lá á þessu tímabili 5 mánuðin á spítala alveg samfleitt 23 sko ég fekk alveg góðan tíma til að velta hlutunum fyrir mér í veikindanum því að ég var nokkru sem hægt komin á sem 5 mánuðum fór ég 5 sinnum í uppskurð og 3 árinni bara svolítið í neyðar uppskurð þar sem var að bjarga lífið mínu og þurfti svo að gera stóra aðgerð á mér til þess að koma mér í gagnið sem tókst að reynda vel en ég fekk voðalega góðan tíma til þess að velta hlutunum fyrir mér ég náttúrulega var mjög veikur lágu gjörgæslu og allt svoleiðis og fór í gegnum það allt saman en ég var samt alltaf jákvæð ég leit svo á, ok, þetta er bara verkefni sem það takast á við með jákvæðum huga og annarkvort hefst þetta eða ekki og ég ætlaði mér að reyna að lifa af og ég var alveg bjartsýnn á það þannig ég fekk rosalega góðan tíma til að velta hlutunum fyrir mér
þannig að ég velti hlutunum þannig fyrir mér að ég gerði allt upp við Guð og menn. Já. Ég hafði sem sagt bara gerði upp það sem ég þurfti að gera upp, gagnvart sjálfum mér, skammaði bróður minn eftir þörfum, Já. fyrir að sparka mér inn aftur þegar við fættumst. Já. Og þannig að þegar að banalegunum kom, Já. þegar mér var sagt að ég var að deyja, þá var ég bara sáttur við Guð minn. Þá varstu sáttur við Guð minn. Þá var ég bara búin að vinna þá vinnu, sjálfsvinnu, og var bara sáttur við Guð minn. Þetta er svolítið sérstætt, er það ekki, að hafa gengið í gegnum þetta, hafa bara hvatt lífið eins og þú gerðið, þú bara varst tilbúin að kveðja og... Já, ég var tilbúin að kveðja. Og svo fékkstu bara annað líf. Svo fekk ég bara annað líf. Kannski verið að launa þig greiðan fyrir björgunarsveitar starfið allt saman. Já, og standa mér svona vel á Hrafnistu. Já, og svo það. Já. Þetta er dásanlegt. Ertu ekki þá bara bjartur fram í framtíðina? Jú, ég er mjög bjartur fram í framtíðina og ég get sagt að náttúrulega ég er auðvitað í blóðskilun 3 viku því nýrun eru ónýtt. Já. Ég var með mjög alvarlega hjartabilun, hjartað búið að laga svo mikið, hún er mjög væg í dag. Já. Þannig að það er bara allt annað líf, ég bara get labbað upp stiga og hreyft mig mikið og líður óbáslega vel og en auðvitað í þessari blóðskilun nýrna vel 3 viku. En það er nú bara verið að skoða það hvort ég geti fengið nýtt nýra. Þannig ég er rosa bjartsýnn á það. Já, þú ert í ákveðara eðlisfari. Þú sagði við mig einhvern tímann að það væri kostur að vera svona hálf nýrnalaus, þá þyrftir ekki að vakna á nætuna til að fara á klósettið? Já. Það er alveg rosalega kostur. Það er áður maður veiktist að maður maður er eldast náttúrulega 2-3 á nóttunum til að pissa. Já. Núna segir ég eins og unglamp. Já, þú segir eins og unglamp. Það er ekkert að pissa á nóttunum og það er æðislegt. Þannig að ég bara vonaði að fylgjast með þér áfram á Jóhannesi Brím, björgunarskipi Ársæls. Já. Hörður, húsvörður, blikksmiður, kafari, skipstjóri. Já. Þakkaði kærlega fyrir að koma í sjókastið og deila með mér aðeins svona þinni sögu og þínu lífslaupi. Takk fyrir að taka á móti.